Sósíalistar kynntu nýlega húsnæðisstefnuna sína og hluti af því að byggja 30.000 íbúðir á 10 árum. Og mig langar aðeins að fara lauslega yfir þessa stefnu og aðeins viðbrögðin við henni og sér langar mig til þess að sýna ykkur myndband frá Sviss þar sem sýnt aðeins frá svona svipuðum pælingum og sósíalistar að leggja til, opinberu og félagslegu húsnæði og hvernig svoleiðis húsnæði geti litið út. En við sósíalistar vorum að leggja fram tillögur okkar í húsnæðismálum og sem hafa vakið bara þó nokkra athygli í síðustu daga. En þar erum við að leggja til að 30.000 íbúðir á 10 árum verði byggðar til þess að setja inn í eins konar opinbert félagslegt kerfi og sem að standi fyrir utan núverandi markaðskerfi. Og hugmyndin að fólk geti bæði leigt og átt inn í þessu kerfi og að því komi alls konar hópar eins og til dæmis öryrkjar, stúdentar geti komið og leigt eða fengi íbúðir fyrir sinn hóp innan úr þessu kerfi. Og markmiðið í stuttu máli að stórefla þennan félagslega þátt í húsnæðiskerfinu í landinu. Því að ef við berum saman Ísland við önnur lönd, þá kemur í ljós að okkar félagslega kerfi eða opinbera húsnæðiskerfi, að það ekki nema 8% af heildinni. 92% af húsnæðiskerfinu er að markaði. Og til samanburðar þá hlutur slíks húsnæðiskerfis í öðrum löndum í Evrópu, Vestur-Evrópu og Skandinavíu alltaf 50%, 30, 40, 50%. En með tillögum sósíalista, með tillögum okkar, þá getum við komið þessari tölu upp í 24% í stað 8% og rauninni lækka húsnæðiskostnað verkafólks og láglaunafólks og millitekjufólks þó nokkuð. Í Silfrinu helgina að þá var Drífa Snædal, það voru umræður húsnæðismáli í Silfrinu og það til þess tók Drífa Snædal fram að hún hafi séð tölur frá fólki sem hafi komist að í Bjarg húsnæðisfélag sem á vegum verkalýðshreyfingarinnar. Það svona félagslegt húsnæðiskerfi, óhagnaðardrifið húsnæðiskerfi og þar segir Drífa að fólk hafi náð að lækka húsnæðiskostnaðinn sinn alveg jafnvel 100.000 á mánuði með að komast þar inn. Þannig að við getum séð að þetta getur skipt verulega miklu máli fyrir stóran hóp fólks og það sem þetta snýst rauninni að afmarkasvæða húsnæði. Því að húsnæði, aðgangur að öruggu og ódýru húsnæði eru mannréttindi og rauninni eina leiðin til þess að ná því markmiði, það að taka húsnæðiskerfið úr höndum markaðarins að miklu stærra leyti heldur en við gerum í dag. En ég langar að sýna ykkur áður en við förum í myndbandið frá Sviss. Þannig að ég sýna ykkur svona örlítið frá viðbrögðunum. Tók eftir því á Facebook að margir sem eða svona einhverjir sem tjá sig þetta, þeir fara strax í að tala Sovjetblokkir og nú ætli sósíalistar bara að fara að breyta samfélaginu yfir í eitthvað kommunisma og Sovjet, einhverja hönnun og menn sjá fyrir sér risastóra blokkir og þessa mynd sá ég til dæmis
deilt í kommentunum undir frétt Kjarnans tillögurnar okkar. Og þessi mynd frá Rússlandi. En myndin til hægri, hún frá Bandaríkjunum. Og vandinn við þessa umræðu náttúrulega að svona félagslegt húsnæði náttúrulega til í flestum löndum og svona byggingastíl. Og það ekki bara í Sovétríkjunum og í Bandaríkjunum. Hérna Breiðholtið sem kannski einhverju myndi benda á að sé líka í þessum sovjeska stíl, eða hvað þú vilt kalla það. Og Breiðholtið var byggt upp eftir 1964 af rauninni Sjálfstæðisflokknum. Það voru samningar á milli verkalýðshreyfingarinnar og Sjálfstæðisflokksins á þessum tíma. Og þá þótti þetta góð lausn að byggja svona hús. En málið snýst náttúrulega ekki hvernig húsin líta út, heldur hvort að hvers konar íbúðir verið að byggja þetta og hvort það sé verið að leysa húsnæðisvandann og byggja góð hús fyrir og íbúðir fyrir fólk. Hérna síðan mynd frá Sviss og vídeóið sem ég langar að sýna ykkur frá Vínarborg og þetta í úthverfi sem heitir Alterla og þar hafa verið byggt mikið af svona félagslegu húsnæði í svona opinberu húsnæðiskerfi. Og mér skilst að alltaf 60% fólks á þessu svæði búi í slíkum íbúðum. Með langtíma leigu og þetta séu bara mjög eftirsóttar og fínar íbúðir með allri þjónustu og þarna getur hægt að sjá til þess að það eru sundlaugar og alls konar sem í þessum byggingum. En við skulum kíkja á myndbandið og sjá dæmi það hvernig svona húsnæði lítur út og heyra í íbúum þarna á svæðinu líka. Here in Vienna, 2/3 of its citizens live in subsidized social housing. But in the UK, less than 1 in 10 live in a council house. Hann sagði að 2/3 af íbúum lifðu í svona almennu opinberu húsnæðiskerfi. Á Íslandi það 8%. And not only that, the quality and style is simply out of this world. So is this what you think of when you think of council housing? This is Alt Erla, a social housing estate on the outskirts of Vienna. It may look like tough brutalist architecture, but actually it's humane, caring design of the highest order. Oh wow, look at that. They've even got an indoor swimming pool as well. They have nurseries, schools and tennis courts all conveniently on site. I can't quite believe this. This is about long-term thinking, allowing people to put down roots, giving them stability. I mean, just imagine if I proposed a high-density council housing estate with loads of swimming pools, indoor and outdoor, clubs, play spaces. I'd be left out of town. Þetta svolítið svipað eins og hérna á Íslandi að leið og einhver kemur með þessa hugmyndum að byggja fullt af húsnæði, þess að lækka húsnæðiskostnaðar á Íslandi. Að þá spretta fram fólk og vera að tala hérna Sovjetríkin og Sovjetblokkin og eitthvað svona. Það eins og fólk bara trúi ekki að þetta sé eins og hægt. Because everybody would say you couldn't do that. With 10,000 residents,
Alt-Urla has the highest density living in Vienna, but you'd never guess that from the peaceful atmosphere. Monica. Hi. Hi, so nice to see you. Monica pays the equivalent of £600 a month rent for her flat. Back in Harlow, temporary accommodation can give you a quarter of the size for almost the same rent. And with the Viennese having such secure tenancies, there's little temptation to buy. So Monica has no stress of being moved on, which is handy, as her dad Heinz lives in the block next door. How long have you lived here? 40 years. 40 years? 40 years. Amazing. Yes. Við erum á þeima þarna í 40 ár og þetta það sem að fólk að tala þegar að tala húsnæðisöryggi, að það að fólk geti búið á sama stað eins lengi á villirun, þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að þurfa að flytja með því raski sem það getur haft á fjölskyldur. Í samtölum mín og fólks í sósíalistaflokknum við fólk sem hefur lent í vandræðum á íslenska húsnæðismarkaðnum, þá var ekki óalgengt að fólk þurfa að flytja á bara 2-3 ára fresti jafnvel oftar, og börn sem hafa búið á 6, 7, 8 stöðum, við getum bara ímyndað okkur hvers konar áhrif það hefur á fólk. Why is this place so special? Because we have everything here. Everything we need. We have 15 physicians, doctors. We have all the shops. Groceries, drugstores. 4 schools. 4 schools. And you have your own TV channel? Yes. Is that right? Yes. So if there's any pottery classes tonight, we send it and we inform the people, okay, tonight is pottery class. That's so cool. It feels to me like it's an amazing hotel. It is. A 5-star hotel. The swimming pool is always cleaned. It's always ready to use. The sauna is always ready to use. I would live here in a second, in a heartbeat. In Britain, we have a kind of negative stigma around council housing, government housing. Do you have that here? What is the difference if I own this flat or if I rent this flat? Tell it to me. What is the difference? Why should I buy this flat? Why? The difference in the UK is that people don't feel stable. They feel like they could get moved on and moved on and moved on by landlords. Do you feel like you have stability here, renting? Absolutely. It's the political system. If they disturb this kind of stability, they wouldn't be the leader of this country anymore. That's the difference. Just like us, Vienna started building social housing 100 years ago. But unlike the UK, it never stopped. Austria has a higher rate of tax than the UK, but its social care is one of the best in the world. Raunin munurinn sagðan að í Bretlandi að þar hættu þeir að Bretar hættu að byggja félagslegt húsnæði einhvern tímann eftir seinna stríð, en í Sviss hættu þeir aldrei og héldu áfram eftir þetta að byggja upp félagslegt húsnæði, og í þessum löndum og mörgum öðrum að það félagslegt húsnæði ekki afmarkað bara við eitthvað allra fátækasta fólki, heldur býst rauninni öllum aðgangur að þessu kerfi, og það eru raunverulega félagslega lausnir sem eru víðtækar og öllum opnar. Þannig að lausnin á húsnæðisvandanum að taka húsnæðiskerfi úr höndum markaðarins, því að markaður, hann virkar þannig að þeir sem eiga mesta peninginn fá að kaupa, og samkvæmt rauninni skilgreiningu þá getur slíkt kerfi aldrei skaffað verkafólki eða lágtekjufólki ódýru húsnæði. Það bara gengur ekki upp. Og það sem eru hugmyndir sósíalista er rauninni aðeins þær að færa húsnæðiskerfið okkar nær því sem gerist í löndunum í kringum okkur.
Konráð held ég komin á línuna. Ertu þarna, Konráð? Ég hérna. Sæll og blessaður, það Máni og Frosti. Sælir verið. Við erum að leita til þín. Okkur langaði til að fá álit þitt sem hagfræðings á, hvað ég segja, það loforð sósíalistaflokksins, stóra húsnæðisbyltingin. Þeir segja í grein sem voru að birta að sósíalistaflokkur Íslands gerir kjósendum tilboð að greiða atkvæði sitt í haust með stóru húsnæðisbyltingunni, byggingu 30.000 íbúða á 10 árum. En var ekki húsnæðisstefna alveg frábært fyrirbæri á sínum tíma? Já, menn sögðu það sko að hvað var aftur, vextir voru bara ekki neinir nánast. Ég man ekki hvað kostaði að búa í Sovjet. Í Sovjet sko, það var hjá Stalin sem var húsnæðismarkaðurinn og Stalin var miklu betri heldur en allstaðar annar staðar. Já, og það gekk líka svona ljómandi vel að öðru leiti svo stefna og náttúrulega gekk ekki upp til lengdar eins og þið þekkjum. Ég vindar bara skal játa það. Ég hef nú ekki kynnt mér sérstaklega húsnæðisstefnu Stalin, þannig að bara þetta nú held ég að kynna mér það. Ég myndi kynna mér hana, hún var ævintýralega góð sko. Kannski á að nota gamla hönnun úr þeirri stefnu og þannig spara hönnunarkostnaðinn, það nú komið eitt búst. En það ekki nákvæmlega það sem sósíalismi gengur út og það allir að vera á strípuðum taxtalunum?